Já, við ætlum að ræða núna bók sem að kom út í Frakklandi fyrir meir en 250 árum en er ný bók á íslensku. Játningar eftir Jean-Jacques Rousseau og það er Pétur Gunnarsson sem er að flytja þetta hingað til okkar. Vertu velkomin, Pétur. Takk. Mér langar að byrja að lesa ekki fyrir þig, heldur þá sem er að hlusta sem að kannski ekki lesið áður. En bókin byrjar á eftirminnilegan hátt. Hann segir: ég ætla að takast á hendur verk sem á engan sinn líka og mun aldrei verða endurtekið. Ég hyggst birta samferðafólki mín mann sem er í öllu eins og hann kemur fyrir af hendi náttúrunnar og þessi maður er ég sjálfur. Hérna, tekst Rousseau þetta? Já, sko, það hefði komið út náttúrulega ævisögur áður, játningar Ágústínusar og það var nú meira svona andlegum toga. Já. En í Frakklandi þá kom út mikið ritgerðasafn eftir Montaigne í mörgum bindum sem er það sem hann segir líka svona sína ævi og fer mjög svona að mörgum fannst djúpt í það og róttækt en Rousseau hann sagði sko nei, þetta er nú bara svona einhver prófíl hjá Montaigne sko, bara eins og þegar maður vill koma vel út. Ég ætla að segja allt. Og þá var hugmyndin að þetta hérna er bara Rousseau. Já. Og er það svo? Já, þetta já, að svo miklu leyti sem að texti getur verið maður en það er svolítið gaman að á 18. öld samtímamaður Rousseau eða svona kynslóð yngri, Magnús Stephensen, að hann skrifaði sína ævisögu og eða réðist í að skrifa hana, hún kom nú ekki út fyrir held ég bara okkar dögum, nei, eða á 19. öld og hann tekur mið af Rousseau strax í byrjun, það er að segja neikvætt mið, hann segir ég ætla ekki að gera eins og Rousseau að vera að játa á sig vammir og skammir og lýsa og draga upp mynd af sér í einhverju ömurlegu ljósi, það er bara fyrir neðan allar hellur að þegar maður skrifa sína ævisögu þá á maður að koma fram fyrir lesandan í sínu besta pússi eins og þegar maður fer bara út á meðal fólks eins og fólk lét mynda sig í gamla daga, fara í sparifötin nú og hann gerir það náttúrulega í sinni ævisögu sem er bara sjálfshól alveg út í gegn þangað til hann stendur upp frá sínu verki og þannig leit hann á það. Svona, Rousseau var alltaf róttækur fyrir hann. En Rousseau, hann, sko, það er ytri hvati að þessu verki, að þessum játningum Rousseau. Hann náttúrulega var löngu orðinn mjög frægur höfundur og víðfrægur alla Evrópu og hann skrifar þarna mjög frægt rit, uppeldisrit sem er líka svona hlungur sko, svona 600 blaðsíður og heitir Emil eða uppeldi barna. Já, uppeldið. Þetta er maður sem að fekk vita öllu sem hann hugsaði Já, hann hérna sko, hann skrifar það rit og það var eins og skot bannað og brennt, bara brennt opinberlega og tröppum Sorbonneháskóla og hann dæmdur í fangavist, þannig að hann var alveg hundeltur og var eiginlega landflótta þannig að svona ofsóknaræði sem menn hafa þótt kenna hjá Rousseau að það náttúrulega er líka fótur fyrir því að hann var hundeltur en svo náttúrulega bættist við hans eigin ofsóknaræði undir lokin sko en hann skrifar þetta uppeldisrit Emil sem verður svona frægt og það er svolítið merkilegt á sama tíma er Íslendingur Jón Ólafsson frá Grunnavík að skrifa áþekkt verk, eða það er að segja hann setur sér svipaðan hlut og Rousseau gerði. Rousseau ætlar að búa til einstakling sem heitir Emil og búa honum uppeldi sem er algjörlega eftir hans höfði og perfekt en Jón Ólafsson frá Grunnavík, hann býr sér líka til einstakling sem hann skýrir hagþengi og ætlar síðan að fylgja úr hlaði sko og fylgja eftir og mata á réttum upplýsingum og það allt saman en svo bók náttúrulega kom ekki út fyrir bara 250 árum seinna sko
En þessar játningar Rousseau að þær náttúrulega fengust ekki útgefnar á meðan hann var á dögum. Ég held að það var einhver fyrir hluti sem kom út, en þannig hann að tala svo mikið af þekktu fólki, sko. Og hann svona las svolítið upp. Það voru náttúrulega í Frakklandi þessum tíma eru þessi salongar, það sem að ríkt aðalsfólk heldur úti einhverjum svona menningarstofnunum, sko, það sem að fólk kemur saman og það spilum músík og það kynnt bókmyndaverk og hann les upp í svona salongum, þannig að verkið spurðist út og margir eru ofsalega hræddir þegar að spurðist út hvað hann væri að gera, sko. Fólk vil ekki verið í þessari bók. Nei, og lögreglurinn var sigað á hann alveg svo skot, sko. En síðan kemur náttúrulega franska byltingin 1789 og Kom á allt. Já, hún ryður brautina fyrir þessi verk eins og Voltaire og Rousseau, sko. Hann kemur út eftir frönsku byltinguna. Hún tók þá, sko, bar þá höndum sér yfir í Pantheon, hofið í París, sko, og bjóðum þar svona heiðursgrafreit. En það voru þeir kannski einhver leyti svona andasmenn sem að kveiktu eldabyltingarinnar. Sérstaklega Rousseau. En það sem ég ætlaði að segja í sambandi við ytri hvata er það að þegar að Emil kemur út þannig að 1762 að þá kemur út nafnlaust nýðrit. Það sem segir það sem makalaust þessi maður sem segja breiða sig út uppeldismál, hann hafi gefið öll sín börn nýfætt á uppeldisstofnun kirkjunar. Og telur þessi maður sig hafa efnaði að vera að kenna öðrum uppeldi barna. Þetta hljómar svolítið eins og nútímanum, það sem hefur verið að leggja til að höfundi verið slaufað, þess að persónulegra, hann standi ekki undir í persónulega. Já, og það náttúrulega var engin annar en Voltaire sem að skrifa þetta nýrit og Rousseau, þetta einn ytri hvati þess að hann ræðst í að skrifa játningarnar, hann ætlar að skrifa verk sem að geri lesandanum grein fyrir því af hverju þetta var rökrétt niðurstaða á sínum tíma að láta frá sér þessi börn, sko. Þannig að það er mikið verk að ætla að sýna lesandanum svona mannin í fullri mynd með öllu sínum briskleikum, þannig að hann geti hugsað stórt og rétt en framkvæmt eitthvað sem er illt. Já, hann játar á sig margar syndir, Rousseau, þannig í þessu verki. En þetta nú kannski svo stærsta sem að nagaði hann alla tíða innan, sko. En hann vill samt sem áður leið okkur lesendum fyrir sjónir okkur hann gerði þetta og okkur hann hlaut að gera þetta. En síðan bara segir hann, þetta er náttúrulega aldarspegill, 18. aldar, þessi bók í Frakklandi. Og þannig hann segir heilmikla sögu í leiðinni. En Pétur, að því þetta er svo stór bók, þú hefur líklega verið lengi að þýða þetta, mörg ár, þannig þú hefur gengið með hennan, þú verið samferðamaðurinn, Rousseau, og það er oft talað að svona eins og það sé ekki beint þægilegu maður. Það sé svolítið svona erfiðu maður. Þetta er ekki svona maður sem að fólk myndi kjósa hvað það er sagt í bandarísku stjórnmálum að fá sér bjórum með. Þetta er erfiðu maður. Já, ég sé nú ekki vilja að deila kjörum eða húsnæði með Rousseau. Hann Þú hefur gert það? Það var eins og einhver sagði, það er svo þægilegt að umgangast fólk þegar það er dáið, þannig að þá veit maður alltaf hvað maður hefur það. En hann komst upp á kant við alla sem voru að reyna að hjálpa honum, sko. Hume, heimspekingurinn, var nú einn sem hann fór til England, sko, þá var hann landflótta og Hume ætlaði að bjarga honum, sko, en það kastaðist fljótt í kekki, sko, og hann sá alltaf eitthvað gruggugt, það var eitthvað samsæri þannig í gangi og hann var mjög haldinn af því að vinir hans væru að reyna að koma í veg fyrir að skrifa þessi verk sín og að reyna að stela þeim eða breyta þeim. Þannig að hann hafði mörg horn að líta Rousseau á sinni ævi. En hvernig er að hafa, þegar þú ert að þýða þá ertu að koma honum til okkar, þannig að þú ert búin að vera með hann svona einhvern veginn með þér. Já,
ég byrjaði nú að lesa Rousseau bara því ég var að læra heimspeki fyrir 50 árum síðan út í Fraklandi og þá einmitt var ágættur kennari við háskólan sem heitir Alain Grórisjar og hann var með mjög skemmtilegan kúrs í Rousseau sem að ég sótti og seinna gerðist þessi sami Grórisjar bara aðal autoritet Frakka Rousseau og meðal hans gaf út játningarnar svona eitthvað aldamótin 2000 og ég fór mjög mikið eftir hans útgáfu sko, hans skýringum en hann núna náttúrulega maður á nýræðisaldri en það var nú svona eiginlega upptakturinn að því. Síðan langaði mig mikið til þess að þýða einhver verk eftir Rousseau. Það hefur nú komið út á íslensku samfélagssáttmálinn sem hann Már Jónsson þýddi, gaf út og skrifaði mjög skilmerkilegan formála. En ég held að það sé það eina sem hafi verið til eftir Rousseau á undan minni þýðingu. En Rousseau var nú samt semmilega þekktur og svolítið gaman að því Einar Olgeirsson að í blábyrjun síns ferils hérna á Íslandi þá þýðir hann Rousseau. Skrifar hann bók Rousseau. Það var heldur bara 1925 eða eitthvað svoleiðis. Og ég rakst á bréf sem að Einar Olgeirsson hafði skrifað Þorbirgi Þórðarsyni. Það sem að hann að segja að sér finnist svo margt líkt með Þorbirgi og Rousseau. Og það finnst mér líka. Það held ég að sé nefnilega algjörlega... Þú skrifað mikið Þorberg. Já, það held ég að sé nefnilega algjörlega laukrétt. Sko, þeir koma báðir svona úr suðursveitum. Rousseau kemur frá Sviss til höfuðborgarinnar og Þorberg kemur náttúrulega úr sinni suðursveit til Reykjavíkur. Þeir eru svona utan að komandi. Þeir eru ekki partur af elítunni eða... Og finna fyrir því. Já. Og þeir eru náttúrulega svona upprunamenn. Þeir eru báðir með þessa hugsun sko að vera upprunalegir, vera náttúrulegir. Og hvað það að vera náttúrulegir? Siðmenningin, hún færir okkur ekki bara eitthvað heldur getur við tapað ykkur með því að sógast þar inn. Það fyrsta riti sem að Rousseau skrifaði og sló í gegn. Að það var efnt til svona ritgerðarsamkeppni eins og oft var gert í Fraklandi. Og þá var hann bara kornungur. 18. öld, þá var hann sérst bara eitthvað 30 aldri eða eitthvað svoleiðis. Og spurning sem átti að svara var hvort að listir og menning hefðu gert manninum gott eða ekki. Og augljósa svarið væri náttúrulega jú, það hefðu aldrei gert okkur gott og rekjað allt saman. Rousseau tekur öndveldan pól í hæðina og segir nei. Að listir og vísindi hafa einmitt afbakað okkur og afhluta okkur og gert okkur illt og rökstyður það í verki. Og þetta verk fékk fyrstu verðlaun. Og þá skaut honum upp á stjörnuhimininn. Þetta var nýstárlega hugsun þá, en þetta svolítið, þetta hluti okkar menningu í dag, þessi tilfinningum að við sem að missa eitthvað, að við sem að missa eða upprunalega meira sér hvernig fólk borðar og alls konar hluti, þá er fólk alltaf að sækja í eitthvað uppaf. Það eru mikið bara rök í umræðunni hvað gott og gilt sótt í óspilt uppaf. Já. En þarna á þessum tíma sko þá náttúrulega sko Frakkland svona leiðandi þjóð í Evrópu á þessum tíma og Frakkland þetta hreinræktaða aðalsveldi. Lénskipulag og aðalsveldi og það algjörlega á fallanda fæti einmitt á dögum Rousseau. Þetta alltaf gliðna í sundur og það náttúrulega gerist með fundi Ameríku að þá hitta Evrópubúar fyrir innan gæsalappa villimenn. Það að segja menn sem að lifa upprunalegra lífi ekki með hárkollur og ekki í svona fötum jafnvel naktir. Og þetta fólk verður bara vera bærilega hamingjusamt. Það veit ekki einu sinni Jesú Krist og hefur bara sína Guði og þetta verður þvílíkur jarðskjálfti í hugsun Evrópubúa að þetta skulle vera mögulegt og þetta skulle vera til. Og Frakkar áttu nú nýlendur í Ameríku
og Frakkar fóru þannig yfir og kynntust Indíánunum og Indíánar komu sömuleiðis yfir til Frakklands og þetta náttúrulega hefur rosalega áhrif á Rousseau, þessi hugmynd. Já, þessi frumstæðu menn sem að lifa svona parallel heimur. Já, lifa allt öðru lífi en við, en sko aðallinn hins vegar, hann með alveg ríkskorðað hugmyndakerfi sem að þolir enga umræðu. Það bara Guð og Guð hefur áformað að hafa skipulagi svona það sem kongur, sem hans fulltrúi á jörðinni og síðan eru þessir aðalsmenn og það svo kirkjan og prestarnir sem að túlka þessi fræði og hegðun og svo framvegis og síðan bara urmull af þessum almúa sem undir og strítar og vinnur fyrir þessu fólki og þetta algjörlega fallandi þessi hugsun hún bara þolir ekkert andof og þegar að 18. öld fara að koma þessir spekingar sem að tala náttúrurétt að þá það náttúrulega algjörlega meinvilla og ofsótt og hundelt vegna þess að það sem gildir það bara þitt bláa blóð. Þú annarkvort ertu með blátt blóð, þú ert aðalsmaður eða ekki. Og það ástæða fyrir því. Já, og það hefur ekkert með neitt annað að gera, þú ert borin til valda og þú ert borin til erfða og borin til auðs og síðan bara þessi vaxandi borgarastétt sem komin upp eftir fund Bandaríkjanna með verslun og viðskiptum og að aukast að þrótti og vexti í Evrópu, að henn algjörlega svona skakkskotið, hún hefur engin rétt og engin völd fyrir en með fransku byltingu. Franska byltingin til þess að koma þessari borgarastétt að. Þannig að Rousseau nú eiginlega partur af öllu þessu en hugsaði sko að enn þegar Rousseau að skrifa þetta þá bara þessi, var það Lóðvík 16. sem var þarna við völd sko og það bara þessi kongur sem með 2000 manna hirð í kringum sig og þessi hirð hún átti ekki að gera neitt annað en vera í fínum fötum og vera bara augnaðindi konginum og taka sig vel út og þetta náttúrulega útheimti alveg rosalega skattheimtu. Það þurfti náttúrulega, það var ekki nóg að hafa þennan bændalýð og hans afurðir, heldur þurfti meir og meir að skattleggja bókstaflega allt. Það þurfti að skattleggja saltið, það þurfti að skattleggja sykurinn, það þurfti að skattleggja allt. Allar hreyfingar mannanna voru skatlaðar og ef þú varst eitthvað staðar í náðinni, aðalsmaður eða eitthvað, að þá fékkstu gjarnan einhverja svona skattheimtu. Þóttu kemur aldrei nokkuð tíma nálægt sykurrækt eða neinu, sko, þá varstu samt með skattlagningu á sykrinum. Og það eftirminnileg saga hérna í játningunum, þar sem að Rousseau einhvers staðar að koma göngumóður og hann kemur að koti, sveitabæ, og leitar ásjár og biður vatn að drekka. Og bóndinn sem tekur á móti honum alveg ofboðslega hræddur við hann og ofboðslega mikið á varðbergi en svona sættist á það, gefa honum vatn og kannski aðeins einhverja brauðskorpu svo fara þeir að tala saman og smátt rennur upp fyrir bóndanum að þetta ekki njósnari, þetta ekki skattheimtumaður og þá opnar hann sína hislur sko, sem voru niður í kjallara með víni og kjöti og svo framvegis. Allt þetta þurftur að fela vegna þess að skatturinn, hann var alltaf á eftir þér, alltaf að reyna að auka skattstofnin og það var alltaf verið að njósna fólk hvort það væri ekki skjótingur undan sem væri hægt að skattleggja. Og þetta verður Rousseau ansi mikil opinberun hérna áþján almennings. Og hann fjallar líka, þú nefndir hann uppeldisbókina sem líklega einhver reit það hvort að við fæðumst þau sem við erum eða hvort að við hvort umhverfið hafi áhrif á okkur, hvort að fátæki birtist okkur eins og hann vegna þess að hann fátækur og býr við slæman kost og annað slíkt. Já. Þannig að Rousseau skrifar líka um þetta. Já, en þá komum við að því að Rousseau, hann kemur frá Sviss. Þar svona eins konar lýðræði, sko. Þar eru borgarar við völd. Og, Stórbendur.
Já, og þar eru sem sagt allavega einhvers konar kosningar og stjórnarskrá og svona. Hann flýr síðan, hann strýkur að heiman þegar hann er 16 ára gamall og fer yfir til Frakklands. Þá er hann bara komin í allt annað viðhorf, sko, það sem að svona alþýðustrákur náttúrulega á ekki upp á pallborði, sko, en hafði átt að alveg fullkomlega í Sviss. Þannig að hann er svolítið eins og Þórbergur maður tveggja heima. Þórbergur er alveg upp í allt annari menningu, sko, sem að rekst á þessa menningu sem ríkir í Reykjavík, sko. Þannig að og það er svona kannski góður í að lýsa heiminum sem þú kom inn í. Já, það er alltaf svo þess að nefnilega. Það er rosalega gjöfult ef menn hafa samanburð af einhverju öðru, sko. Og þetta er svona tveggja heima sín sem að gefst þeim. En það er mjög skemmtileg og merkileg saga að því þegar að Rousseau strýkur að heiman, að þá, sko, pappans, sko, hann missir móður sína við fæðingu. Þannig hann elst upp með föður sínum og frendfólki og síðan er faðir hans gerður útlægur frá Genf út af vopnalega broti. Og þá er Rousseau svolítið svona einstæðingur og honum er komin fyrir í iðnnám, hann gerast leturgrafari og það er náttúrulega sambandið milli meistara og lærlings er náttúrulega bara eins og meistar og þræls, sko. En Rousseau hafði fram að þessu alist upp við mikið frelsi og fegurð og hann tók allir svona kúgun eða æðri boðum mjög fálega, sko. Þannig að þetta verður til þess að hann strýkur. Og þessar borgir á þessum tíma þær eru með svona borgarmúra sem er alltaf lokað á miðnætti og einhvern tíma þegar Rousseau hafði verið með vinum sínum úti að leika sér og þá koma þeir að lokuðum borgarhlíðum og þá þurfti maður bara að bíða til morguns. En Rousseau ákveður að strjúka og fara yfir til Frakklands. Og þá er í gangi í Frakklandi heilmikil svona hjálparstarfsemi þeir sem að vilja turnast, þeir sem vilja gerast kaþólskir, að þeir geta fengið alls konar aðstóð og uppihald og fræðslu. Og Rousseau hann fréttir af aðalsfrú sem heldur úti svona stofnun og það reiknar með því að þetta sé bara einhver svona kirkjurotta, gömul kelling. En þá er þetta bara unaðslega fögur kona sem hann sko fellur í stafi yfir verður bara eins og skot bara ástfangin af. Og hún, henni líst mjög vel á Rousseau og hún hjálpar hann, sendir hann til Torino á Ítalíu og einhvern kirkjuskóla eða trúskóla þar. Og síðan bara kemst ekkert að hjá Rousseau en að komast bara aftur til þessara konu. Og frá þessu er allir sagt í bókinni, það er heilmikil epík þar á bakvið og endanum þá kemst hann aftur til hennar. Og til að gera langasögu mjög stutta að þá gerast þau elskendur. Og hún náttúrulega gæti verið móður hans, hann kallar hann alltaf mömmu og hún kallar hann alltaf litla sinn. Hún er svona 25 árum eldri en hann, sko. Og þetta verður bara hamingju tími Rousseau, þessi tími sem hann á með henni, nema hún var svo ópraktísk og hún var svo útausandi, hún var bara á svona ölmusu frá konginum, sko, og hún spreðar öllum peningum bara jafnóðum og setja staðinn í alls konar flækingar og ræflar og flakkarar og betlarar og Rousseau hrís og hugur þess að hann sér bara fram á gjaldþroti, sko. Og þetta enda með því að hann bara, þetta leggst á sinnið á honum og eiginlega missir heilsuna af áhyggjum. Og þá fer hann yfir til Frakklands, til Montpellier til þess að leita sér lækninga en þegar hann kemur aftur og þá hefur hún tekið sér annan elsku sem er miklu betri ráðsmaður en Rousseau, en þess að Rousseau var alveg handónýtur í ráðsmennskunni, sko, á búin, en þarna hefur hann fengið, sko, annan sem var mjög verkfús og þetta verður síðan upptakturinn að því að Rousseau fer frá henni til Parísar og þá byrjar hans saga, sko, hans svona bókmennta og menningarsaga. En þegar þú varst yngri í læra heimspeki í París, þá er Rousseau á
persónunni, ekki sem heimspeki saga, heldur bara sem heimspekingur sem að þú verður að taka afstöðu til, hans hugmynd og annað slíkt. Já, þá gæti maður bara valið kúrsa sko og þetta var bara eitt kúrs og þessi kúrs hann var einmitt Emil, það verk sko og náttúrulega bara mjög skemmtileg kúrs og það væri náttúrulega endilega gaman að þýða Emil sem annað 600 blaðsíðna rit sko ef einhver væri fáanlegur í það sko og eins og ég segi það var svo gaman að bera Emil sama við hagþengi hans Jóns Ólafssonar frá Grunnavík og það svo margt í þessu hjá Rousseau sem gaman að bera sama við Ísland eins og til dæmis þessi stóra og mikla ævisaga Jóns Steingrímssonar þannig Eldklerks sem skrifuð þannig líka á 18. öld að þannig þeir framkalla svo ólíka mynd náttúrulega, þetta svo ólík þjóðfélag annars vegar þetta ríkidæmi Frakka sko að Rousseau til dæmis hann ferðast bara á milli góðbúana og það alltaf einhverjir aðalsmenn sko sem eru hrifnir af Rousseau og taka hann að sér og halda honum uppi og þannig getur hann bara búið og lifað og skrifað á meðan að Jón Steingrímsson náttúrulega hann bara náttúrulega við hungurmörk og lepur dauðan og skel en samt að skrifa þetta mikla rit og það líka réttlendingaritt það náttúrulega svona ævisögur eru mjög oft réttlendingaritt það sem að færi menn til að skrifa já, hann þarf að réttlenda það já, hann náttúrulega lífi Skaftareldana og þær hörmungar allar og hann prófastur í sinni sveit og þegar það kemur þessi hjálparsjóður frá Danmörku sem á að deila út á meðal fólksins að þá myndi hann vera einn af þeim sem á að taka ákvörðun og deila út og hann fer til Reykjavíkur til þess að sækja þennan sjóð og svo náttúrulega allt fótgangandi svo þegar hann kemur tilbaka þá bara mætir hann ölmusu fólkinu, mætir hann þessu uppflosnaða fólki öllu og honum rennur þetta svo til rifja að hann brýtur innsiklið og fer að deila út peningum til fólksins og þá hann náttúrulega orðin bara stór glæpamaður þetta bara les majesté sko, þetta bara svikráð við einvaldin, kongin já, og þetta sko, þetta náttúrulega, það var allt vitlaust stiftandmaðurinn Levenson Greifi sko, ætlaði bara að ganga á honum dauðum og þetta meðal annars hann að réttlæta í sínum játningum pluss náttúrulega hitt að hann og konarnas lágu undir ámælum að hafa fyrirkomið fyrir manni konunnar sem var leiðindapjesi og erfiður og dó. Þannig maður þarf að hafa gert eitthvað mikið af sér til þess að setjast og fara að skrifa ævisögu sína. Já, þetta ekki sport fyrir fólk sem hefur reyna samvinsku. Sem hefur ekkert að fela, sko. Það eru stuttar ævisögur. Já, sennilega þess vegna hefur Magnús Stephensen ekki klárað sína ævisögu. Það er ekkert að fela. Nei. En ég var að spyrja Pétur í heimspekinámi og þú ert að fjalla þetta núna sem bókmenntir og heila sögulegan fróðleik sem leiti. Heimspeki Rousseau, á það þetta til okkar? Eða þetta bara merkilegur maður sem að lifði óvenjulega tíma og tókst á við eiginlega allar svona stóra spurningar þess tíma sem að voru mikið umrótstímar. Eitthvað þessu sem að lifir í dag? Sko, náttúrulega textin lifir og þess að maðurinn svo snjall penni þannig að þetta bara sem bókmyndatexti náttúrulega þá mun þetta alltaf lifa en Rousseau hann ekki mainstream maður á sinni öld sko að heimspekingarnir á þessum tíma að það voru þarna encyklopedistarnir alfræði orðabókamennir það voru Diderot einmitt og Alan Bert og þessir sko og fleiri. Þetta bara skráheiminn. Já, þeir voru alfræði og þeir voru sko andtrúar. Þeir voru guðleysingjar og þeir vildu nálgast alla hluti bara með rökum og vísindum og allt það. En Rousseau, hann náttúrulega algjör svikar við þennan málstað þegar hann gerist trúaður. Fyrst hann lætur turnast í kaþólsku sem hann sá nú reyndar eftir alla sína tíð, hann svolítið eins og Benedikt Gröndal okkar þegar hann
lét törnænskri kaþólsku og sagði þegar hann var að sverja eiðinn, þú veist að Guð að ég gera þetta nauður. Rousseau var að bjarga eigin skinni til þess að gera þetta. Vegna þess að svo bara snýst hann aftur til sinnar barnatrúar. Og það örugglega einn takturinn af þessari bók sem hann skrifar á móti vísindum og listum. Hann finnur bara hann hafi glatað sinni barnatrú og sínu barnasakleysi og þetta fyrir taugarnar á encyklopedistunum sko. Þetta finnst þeim bara barnalegt og vitlaust. En pluss það að þeir voru svona borgarmenn, París var þeirra, en Rousseau, hann hatar París og hann flýr frá París og hann sest alltaf út í sveitum og það finnst þeim alveg óbúslega hlægilegt og torkennilegt og spáði hann mun ekki endast vikuna út en það gerða nú. Og að sömu leyti mann fólk frekar eftir honum í dag heldur en þeim flestum. Sko, Rousseau og Voltaire náttúrulega ægilega frægir í franskri menningu og það var alltaf viðkvæðið, það Rousseau að kenna, það Voltaire að kenna, þú veist, það að segja byltingin, þeir sem voru á móti byltingunni, það Rousseau að kenna, það Voltaire að kenna og þessi tveir eru náttúrulega svona megin ásatnir á 18. öld í svona franskri menningu, þannig að ég held að þeir standi nú alltaf, Voltaire náttúrulega svo skemmtilegur, við höfum nú bylting sem haldur á Laxness-þýtti sem er mjög óborganleg bók og það svona hún skrifaði svona bókmyndatísku sem þá var ríkjandi sem heitir ekki skálkasaga, það svona prakkarasaga. Miðaldasögunar voru þannig? Já, sko, Rousseau með eina svona, hann svolítið eins og byrtingur, hann Rousseau. Hann flækir svona milli úr einu í annað og lendir í alls konar og hann skrifar inn í þessa bók ein svona skálka saga sko, sem bara hans saga. Þeir eru ólíkir svona að það Voltaire þykir skemmtilegur en Rousseau þykir erfiður. Já, Voltaire var náttúrulega aðalsmaður og ríkur og svona átti hallir og óður og bjóði ríkidæmi og var ægilega fyndinn og hafði svona sig hirð en Rousseau aftur á móti meira þessi flækingur sko. Rousseau, hann náttúrulega giftist, það nú eitt. Hann náttúrulega, þetta Rousseau sem missir móður sína í fæðingu, hann alla tíð á höttunum og eftir konu. Og þannig að hann alltaf að leita að konunni og játningarnar bera þess merki, sko, þetta mjög miklar ástarsögur, þannig að hann alltaf að verða ástfanginn. En hann giftist síðan bara svona alþýðustúlku. Hún var bara uppþarta í mötuneytinu í París sem hann borðaði og það takast með þeim ástir, en hún ólæs og óskrifandi og bara alþýðustúlka. Og hún verður ólétt og Rousseau vill að þau gefi barnið til kirkjuna. Þetta var bara stofnun, sko. Það var að fara með barn og unga barn og skilja það eftir bara í körfu og tröppunum á einhverju kirkju eða klaustri. Og svo víða enn í dag. Já, og kirkjan tók hólf til þess að leggja barnið. Já, og kirkjan tók það yfir. Og þetta endurtekur Rousseau 5 sinnum. Þetta var algjörlega á móti henni, sko. Hún var heartbroken yfir þessu, sko. En Rousseau, hann gerir þetta í 5 gang. Og þetta náttúrulega það sem hann að réttlæta. Já, hvernig réttlætir það? Nú þetta eitthvað sem að fólk verið með að réttlæta. Hvernig tekstunum að réttlæta þetta? Þetta nú bara mjög nálægt okkur. Lestur nú bara Halldór Laxness. Upphafið af Brekkvarðsannál. Það fátt betra en að missa móður sín að missa föður sinn. Og þetta var nú bara ríkjandi hugmynd á 20. öld, á 3. áratug 20. aldar. Þá voru frægir sálfræðingar að skrifa það að barnauppeldi ætti alls ekki að vera í höndum blóðforeldra. Þannig að þeir myndu spilla börnunum með allt of miklu eftirlæti og koma inn hjá þeim bara ranghugmyndum sem að ætti sér engan fót þegar það væri komið út í lífið, að það væri að ala börn upp á uppeldi stofnunum af spesialistum. Svo í vöggustofunni. Já, vonandi ekki, en sem sagt að barnauppeldi ætti að vera í höndunum á sérfræðingum og Rousseau gat alveg náttúrulega tekið upp
þessi rök, sko, að þau hefði ekki verið neinum færum með að ala upp barn, sko, þau voru svo fátæk og svo framvegis og það verið miklu betra, það fengi miklu réttar uppeldi. Þau spilti með ástfengni og hlegið af öllum bröndurum þeirra og pappabarninu. Og síðan fór tengdamóðir Rousseau svo ofbúslega í taugarnar á honum að hún myndi náttúrulega spilla þessum börnum og skemma þau og eyðileggja þau. Þannig að það var hægt að finna alls konar svona tilli ástæður. Herðu, þú ert búin að sjá Rousseau í Jóni Stengriðssyni og Þórbergi og víðar. Hvar myndir þú sjá Rousseau í dag í íslensku samfélagi? Já, ég ekki alveg nóg af fólki sem einmitt alltaf að leita út úr þessari menningu, svona menningu sem náttúrulega farin að vera beinlega skaðleg og vera til tjóns og alltaf að reyna að finna einhverja aðrar leiðir til þess að lifa heldur en eftir þessum neyslu þjóðfélagsformúlum sem að við höfum lifað við frá heimsstyrjöldinni síðari. Það verður svona nýaldarmaður að leita svona. Já, er ekki allt þetta komið meira og minni í þrot og þannig að Rousseau myndi bara hoppa á þann vagn, sko, og benda okkur á einhverja aðrar leiðir. En ég veit ekki hvort að hann myndi finna eins flinkan hugsuðu rithöfund og Rousseau, það alveg mál. Og hann hugsaði margt og mikið og skiptir sér að mörgu. Ég var nú eitthvað að reyna að hæðast það með að segja að hann hefði ekki vita öllu sem hann hugsaði. Þetta var náttúrulega stór hugur, stór haus. Sko, hugsaði þér, á einu ári, 1762-63, gefur hann út 3 höfuðrit. Og það er samfélagssáttmálinn sem hann Mári Jónsson þýddi og það er Emil uppeldið sem að bylti gersamlega öllum hugmyndum manna börn og barnauppeldi. Það er að segja í staðinn fyrir að þvinga upp á barnið einhverju utanakomandi staðlæri menningu, þá ætti að taka mið að þroska barnsins á hverjum tíma. Og þetta er sjónarmið sem að Jean Piaget, samlandi Rousseau á 20. öld, svisslendingurinn Jean Piaget, sálfræðingurinn, það var hann sem bar þetta fram til sigurs bara á 4. áratug 20. aldar. Og 3. verki sem hann skrifar, það er skáldsaga sem heitir Eloise nýja og hún sló algjörlega í gegn. Það er svona það verk Rousseau örugglega sem að flestir hafa lesið á 18. öld. Kom út í 70 útgáfum á 18. öld og barist að lesa hana, sko, var rosalega fræg ástarsaga. Þessi 3 rit á einu árið, en hann náttúrulega var búin að semja þetta allt í huganum og meira og minna áður, en til margsum, sko, hverjan gat afkastað. Og það sem merkilegt að hann segir sjálfur, sko, ég get aldrei sess niður og skrifað. Ég var bara gersamlega missi andan ef ég sess niður skrifa með blá og blýant og alltaf var að skrifa, eða fjöðustaf og penna og alltaf var að skrifa. All mín rit eru samin á gönguferð. Það bara gengur hann sveitur og gengur skóga og þá fara allar þessar hugmyndir af stað og í gang og svo náttúrulega hefur hann einhvern tíma skrifað þetta niður. Hann var reynda líka með ritara sem á köflum var þessi óþolandi tengdamammas. Hún var svona, fungeraði eins og ritara á tíma, sko. Að þá romsaði hann náttúrulega upp úr sér og einhverjir hafa skrifað niður og hann náttúrulega líka sjálfur, sko. En hann var svona, hafði svona frjálsa afstöðu til skriftana. Ekki, þú nefnir Laxness á hann er ekki þá trú, byrja bara á mótnanna og skrifa til hádegis. Nei, sko, hann var innblásinn höfundur. Já, hann er það náttúrulega, sko, maður getur alveg skilið þetta auðvitað þegar maður fer í gönguferðir út í náttúrunni, að það er nú ýmislegt sem mann dettur í hug. Þú átt kannski ekki tengdamömmu sem að skrifa upp eftir. Man getur lesið inn á segulbandið ef maður nefndi ekki að skrifa. En nei, auðvitað fer öll svona sköpun, auðvitað fer hún fram í gegnum pennan, í ritferlinu, sko. Þannig að maður tekur þessu svona hæfilega trúanlega, en hann býr mjög mikið bara út í sveitum
í einhverjum slotum og kastalum sem að aðrir ljá honum, hefur engar þannig áhyggjur og mikið svona, já, gönguferðum og einhverju frelsi, það eitthvað frelsi sem ekki mikill félagsmaður. Nei, hann ekki mikill félagsmaður og eins og ég segi, hann hatar París. Já. Herðu, þetta mikil bók að þýða, þú hefur þýtt svolítið, þú þýttir Madame Bovary og þú þýttir að spyrjar að þýða Proust, hvað ætlar að klára það? Nei, ég nú orðið svo gamall að mér mun ekki endast ævin til þess að klára Proust, þetta 7 moldubindi og ég þýtti bara fyrsta bindi sko, en menn ætlaði að þýða Proust þá þyrfti að ganga í það sko, það ekki hægt að kasta neitt til þess höndunum sko, þetta verið einhver útgefandi. Já, hann var hérna hann Snæbjörn Arngrímsson og hann var svo hugumstór að hann lét sér ekki nægja að gefa út Madame Bovary, heldur réðist líka í Proust, þetta fyrsta bindi sem kom út. En þú nefndir áðan að þið langaði til þess að þýða meira eftir Rousseau, þannig að langaði að þýða meira? Já, það sko alveg ofboðslega fallegt verk sem hans síðasta verk og það einmitt gönguferðir. Það heitir hérna gönguferð eða göngureik einmanna förumanns og þá fer hann í göngutúra. Hann fer í 10 hann deyr í 10. göngutúrnum. Hann fer semst í 10 gönguferðir og á þessum gönguferðum hann að hugsa ævi sína og þetta náttúrulega, svo þetta skrifað niður, en þetta miklu styttra verk, þetta ekki bara eitthvað 140-50 blaðsíður sko, en þetta alveg ofboðslega fallegu prósi og vissulega verið gaman að eiga það á íslensku. En rithöfundurinn Pétur, þú þýðir, þú svona grúskari, skrifar Þórberg og fleiri. Skáldsagna, þetta skrifa skáldsögu? Já, sko, ég byrjaði nú þarna, ég byrjaði á 21. öldinni, árið 2000 kom út þarna myndin af heiminum og það svona, þá ég nú svona svolítið að heimsækja Íslandssöguna og þau verk sem ég skrifaði í kjölfarið, að þau voru svona mikil blanda af náttúrulega skáldskap og fræðum og Þórbergsbækurnar eiginlega partur af því líka sko, að mér svíður náttúrulega svo eins og eðlilegt held ég fyrir alla rithöfunda að það hvað gleymskan orðin ríkjandi á okkar dögum, hvað allt fyrnist fljótt og fennir fljótt í sporin, þessi rosalega holskeplu miðlun sem við erum staddir í, að hún bara fennir yfir allt, þannig að gleymskan svo rosalega afkastamikil og þá svo freistandi að reyna að halda á lífi einhverju sem manni finnst skipta máli og í mínu tilfelli var það Þórbergur og svo síðasta verki sem ég gekk frá var reyndar Halldór Laxness í sömu andrá sko, tilraun til þess að endurvekja, varpa nýju ljósi á Laxness í vonum að glæða eitthvað frekari áhuga á honum vegna þess að þetta hann líka óðum að gleymast og að fenna yfir hans verk. Menn tala ólíkt til tímana, það koma tímar þar sem að menn höfundar bara ná ekki inn og svo breytist tíminn og þá allt í einu. Heldurðu að Rousseau endin í okkar tíma? Það nú erfitt að segja sko, ég held að það sé voðalega erfitt að segja það bara beint út að hann eigi mjög brýnt erindi til okkar tíma, en eins og ég segi þá þetta mikill aldarspegill 18. aldarinnar og 18. öldin einhver mikilvægasta öld Íslandssögunnar, svo mikilvæg fyrir okkur þessum hræringarnir sem voru að gerast og sem var að gerast hjá okkur, þannig að láta þessar aldir tala saman, frönsku öldina og íslensku öldina, held ég að sé mjög frjótt. Nú síðan þetta náttúrulega bara í bland, skemmtileg saga, skemmtileg frásögn og ævintýraleg. Áhugaverður maður. Hefur þú nógu hefur þú nógu margt á samviskunni til þess að þú setja hugsa að skrifa þínar endurminningar, þínar játningar? Mínar játningar?
Sko, við náttúrulega erum akkurat að lifa núna tíma þar sem að menn sem að héldu þeir hefði ekkert á samviskunni komið ljós að þeir hefði alveg óbúslega mikið á samviskunni og kannski og ég líka eftir að fara í gegnum eitthvað svona ferli, eitthvað sem ég held að væri bara sára saklaust og í góðri minningu að það hefði verið alveg hrikalegt og maður skildi aldrei segja rekist til endurminninga. Já, maður skildi aldrei segja aldrei sko, en ég ekki með neitt svoleiðis á prjónunum núna. Pétur, takk fyrir að koma hérna og til hamingju með bókina. Já, takk. Og þá er komið kvöld hjá okkur og við minnum bara á að rauðaborðið verður hérna á morgun klukkan 8 og ég þakka þeim sem að hlýddu og segi bara góða nótt.